við ætlum að vera svona kynnar hérna í kvöld, ekki þó raskinnar. Herri, já, komið sæl, við erum stödd hérna ég og fröken Óþólandi. Óþolinmóð. Hæ? Óþolinmóð. Blikkall. Lol, þú drepur mig. 3 like. Lol. Þetta er ekki alveg sem að fyndi. Ég var að segja það. Lol. Komiði sæl og blessuð. Við hefjum sögu okkar á þessu sinni við Hverfisgötuna í Reykjavík. Nánar tiltekið í Hjartagarðinu svokallaða. Viðmælandi okkar er hinn umtalaði og alræmdi fíkniefnadjöfull. En hver er fíkniefnadjöfullinn í raun og veru? Tja, ég er alveg bara venjulegur strákur úr Breiðholtinu, sko. Já. Fór í Hólabrekkuskóla og æfði fótbolta með Leikni. Þótti drullu efnilegu, sko. Hugsa oft það hvernig lífið væri hefði ég ekki hætt í boltanum, sko. Góður? Já, ég var góður, sko. Já. Já. Hvað? Senda þér þetta svona? Ó, komdu skann. Og við erum svo ótrúlega fá. Hér hefur verið byggð síðan 874, en það hafa einungis fæðst 800.000 Íslendingar. Það er allt og sumt, tótal 800, pæli hvað þetta er vonlaust hjá okkur hérna. Meir en 1000 ár frá landnámi og við náum ekki upp í 1.000.000 þó við teljum allt dauða fólki með. Það er ekki nema að vona að sé allir kviðmáður hérna. Já, já. Og þá er komið að útlöndum. Mikið hefur átt sér stað í útlöndum upp á síðkastið, meðal annars jarðskjálfti sem reið yfir í einu útlöndun í dag. Eftir því sem fréttastofan kemst næst er enginn Íslendingur á svæðinu. Fyrir svona pakkaferðir. Ég fór í svona pakkaferð til Tyrklands fyrir 3 árum. Og 90% af fólkinu á hótelinu voru Íslendingar sem voru komnir til að slaka á, bara alveg svo ég var líka komin til að slaka á og hafa gott. En ég náði ekkert að slaka á, það héldu, sko, allir Íslendingarnir héldu að ég væri starfsmaður á hótelinu. Hvað maður að segja, þetta eru forréttindi að fá að vinna með þessum manni. Hvert fer maður í dansum eftir þetta? Æfingin gekk ekki vel í raun og veru. Ég var mun slakari en ég held. Það er erfiðari en ég held og gengur illa að muna spórin.